Í dag var málþing óður til framtíðar og það í tilefni afmælis margvíslegra líknarþjónustu. Það 30 ára afmæli heimahlýningar sem að byrjaði hjá Krabbameinsfélaginu en kom til Landspítalann 2006. Það líknaráðgjafateymi sem 20 ára og síðan það ráðgjafaþjónusta Krabbameinsfélagsins sem 10 ára. Og ef við segjum það að húsnæði sem að ráðgjafaþjónustan í dag vinnur í, það húsnæði sem að heimahlýning byrjaði í fyrir 30 árum síðan. Við höfum náð langt, fyrst og fremst með grasrótarvinnu og hjálp yfirstjórnar Landspítalans. Við stöndum okkur vel á alþjóðlegum viðmið alþjóðlega. Það kemur líka í ljós eftir þennan fyrirlestur sem var hér að stefnumörkun í heilbrigðisþjónustu mjög ábótavant á Íslandi. Það ekki bara í kringum þetta málefni, heldur almennt í heilbrigðisþjónustu. Það mjög mikilvægur þáttur að við förum að takast á við það. Við svolítið heyrum það í dag að það mikilvægt við förum að innleiða líknina í fleiri sérgreinar. Að það lífsógnandi aðrir sjúkdómar sem að þurfa þessa þekkingu til að létta lífið og eins og til dæmis með lungnasjúkdóma, sjúklinga, hjartasjúklinga og sjúkdóma sem að gætu vel nýtt sér þessa þjónustu, líknarþjónustu. Annað sem ég finnst mjög mikilvægt og ekki síst, því ekkert gerist nema við hlúum að starfsfólkinu. Og það var erindi sem að mér fannst koma mjög vel til skila að við þurfum að hlúa að heilbrigðisstarfsfólki til að það geti sinnt sínu starfi og ennst í starfinu sínu. Og ég held að það það sem það líka mjög mikilvægt skilaboð.